Frosti Lóðarsson, eigandi broadcast. Er það ekki rétt? Jú. Já. Og Valur Grettsson, blaðamaður á Heimildinni. Gaman að fá ykkur. Gaman að koma. Við ætlum að fara í gegnum allan fjandann hérna og allt pólitíkina og kannski persónuleikendur og kannski byrjum bara aðeins á Lilju Alfreðs. Hvort þetta sé hérna sterkur leikur hjá Framsókn að draga hana á toppinn. Þú fær mig ekki til að segja neitt ljótt Lilju, sko. Hún er góður stjórnmálamaður og að ég hélt og auðvitað greinilega með öflugan styrk innan flokksins en maður hugsar samt alltaf á svona stundum sko hvort að þessi tiltekni flokkur hefði haft gott af algerri endurnýjun og Hefði Ingibjörg þá verið réttu kostur eða vantaði bara kannski manni svo Willum til að vaða í þetta? Já, Willum hefði náttúrulega verið pottitt sterkasti leikurinn fyrir Framsóknarflokkinn en líka sko, við höfum oft séð svona algerar endurnýjanir virka vel bara þegar Sigmundur Davíð kom bara inn í Framsóknarflokkinn og sama ég held sko þess að við erum að sjá með Pétur Martins í Samfylkingunni í Reykjavík núna sé svona svipa væp þar að einhverju leiti. Heldur þið til dæmis að Sigmundur Davíð kom rosalega sterkur og inn í flokkinn þegar hann þurfti kannski á svona mestu breytingunni að halda en ekkert ósvipaðri stöð og flokkurinn er í dag sko. Já, en sko þú þarft rosalega stóra karaktera til þess að breyta heilum flokki. Já, ég meina, sko, hún, eins og Frosti segir, hún var nefnilega alveg óvinni góður stjórnmálamæður. Hún var örugglega einhver besti menningarmálaráðherra sem ég bara mann eftir. Gerði bara ýmislegt þar sem var bara mjög mikilvægt og mjög gott. Kom á fót þarna hugmyndunum allan þjóðaróperu sem endaði náttúrulega sem einhver deild innan þjóðleikhússins og svo framvegis. En og var svona tók til í listamannalaunum og fleira. Vandinn náttúrulega við þetta er hugrenningatengsli sem verða til eru þessi að hún er náttúrulega utan þings sem er náttúrulega í fyrsta lagi náttúrulega algjört veikleikamerki síðast gerist það hvað með Jóni Sigurðssyni árið 2007 eða eitthvað og þá voru það þannig í ríkisstjórn og það er það svona svindlaði minn á þingið í gegnum ráðherrann sko utan þings ráðherrann en núna spyr maður sig bara er mannmálið svona lélegt innan þingflokksins þannig eftir stendur umverulega sko veikari þingflokkur þó að hún sé náttúrulega með þokkalega sterkar stöðu þarna innan flokksins sko. Og hún er náttúrulega ekki að koma með neitt nýtt að borðinu af því að hún er náttúrulega bara ESB og bókun 35 Já, fyrir utan það að taka einhverjar núna svona beigjur en þetta er sama þetta er alveg sama manneskjan og var í Framsóknum en getum við samt ekki sagt sko að Sigur Ingi var einhvern veginn farin að færa svona, farin að mýkjast getum við sagt og reyna að höfða til einhverja svona, hvað við segja, meiri miðju og vinstra megin miðju. Já, á meðan að hún er núna mjög afkerrandi eins og þetta með bókun 35. Þannig að mögulega er hún að fara að stíga inn í sko miðflokks og ég skil alveg þá stefnu að taka, þetta er bara sóknarfærið held ég sem að hún sér og en þetta verður aldrei þessi mikla endurnýjun sem ég held að Framsóknarflokkurinn hefði þurft á að halda þegar hún fer að staða fyrir næstu kosningar og svona þá er hún ekki að koma með neitt nýtt á borðinu þannig nema hún er að færa flokkinn aðeins til á ásnum. Þetta er líka bara ekki sérstaklega góð taktík held ég held að það sé alveg rétt hjá Frosta vissulega að þannig eru tækifæri og það er eftir miklu að slægjast. Við sáum það til að myndi í borgarstjórnarkosningu með Einar Þorsteins þegar hann fer fram. Hann fær þetta svakalega lánsfylgi, það er kallað, fer upp í góð 17%, dreifur með sér hann hvað 3 borgarfulltrúa með sér og einhver stærsti kosningarsigur bara í Framsóknarflokksins í borginni frá upphafi. En hann er með 4% núna eftir að lánsfylgi bara hverfur. Það er ekkert hægt að halda í þetta fylgi. Þannig að svona að byggja upp flokk með þessum hugmyndum þá er það bara, hann getur bara horfin eftir 4 ár í staðin fyrir að byggja upp almennilegan bara grunn. Ég ætla að fá okkur að spá eftir hvernig kostningarnar í vor fara í borginni og það er nefnilega gríðarleg velun og sá sem hefur rétt fyrir sér fær Casa Pellegrino og þú fær auka krónur til þess að borga niður tringaðna þina hjá TM og svo færðu útætt í Jysk sem er Jysk vörurnar að detta inn og allt þetta er það ekki Jysk?
Já, sagði þetta vitlaust. Já, ég held það. Sagði ég jisk. Já. Já, það er ekki nóg færist, sko. Jakub ekki ánægð með þig. Á ég að segja, með jusk. Okay. Og út þetta í A4 og það eru skrifstofusum, þú getur dressað til dæmis broadcastið upp með þessum. Ekki að þurfi það, glæsilegri töðinu. Gott segvei hjá þér inn í kostundunar. Algjörlega. Það er mjög gott. Þannig en þetta er bara annar ykkar sem að færi það, svo sem að getur spáð fyrir um þetta. Það er aðeins eitt sigurveri. Aðeins eitt sigurveri. Eitt varðandi hana Lilju, að því að nú er hún í borginni og það hefur ekkert gengið vel að smala atkvæðum í borginni fyrir Framsókn. Hefði verið sterkar að fá mannesku utan landi? Er hann einhvern veginn að tapa tengslum við þetta gamla góða, þessa landsbyggð? Ég mitt hafði svona veður af og fleiri að það væri eitthvað verið að sko að svona munstra Sigmar Vilhjálmsson inn í þetta. Já. Svona annarkvort formann eða varaformann og það sló mig sem svona fersk hugmynd sem að ég hefði alveg getað séð Framsóknarflokkinn lyfta sér vel upp með. Hann var að vinna fyrir Bændasamtökin á einhverju tíma. Hann með sterkar rætur austur á land og framsóknar rætur. Já, ekki verið að pappin var silfurverðlaunahafi og ólympíuleikum. Nei, það hjálpar alltaf. Og svo er þessi óbúslega barátta hans fyrir lítil og millistór fyrirtæki eftir tektaverð. Þannig að hann var alveg svona með margt til brunns að bera í þetta en einhver hlutu þetta var ég held að hann hafi alveg kýtlað hann sko. En ég meina það þarf ekki bara persónu, ég meina er þetta ekki líka bara hugmyndafræði, er þetta ekki það sem að Framsókn hefur skortað undanförnu? Jú, ég meina þau eigi vandræðum, það er alveg augljóst að aðalega undir Sigurði Inga Sigurður Ingi hefur farið með Framsóknarflokkinn í svona áhugaverða vegferð síðastliðin 10 ár sem er að reyna að færa sig meira inn á miðjuna og fara í svona erfiðri slag eins og í Samfylkinguna og Sjálfstæðisflokkinn og einhvers staðar þar hefur ekki tekist það mjög vel, tók náttúrulega mjög fræga svona ræðu þarna í kosningasjónvarpi sem kosningarstjórinn held ég hafi bara sendt á hann. Já, þegar hann las upp á símanum. Las upp á símanum og talaði svona gegn útlendingamálum og svona setti þau málin svolítið farveg. Græddi samt ekki neitt á því að því virðist. Þannig að ég veit ekki, það virðist ekki vera áhugi innan Framsóknar kjósenda á þessari hugmyndafræði, þessu tali og það er ekki heldur áhugi á Framsóknarflokknum yfir höfuð hjá þeim sem standa þarna í pólitík, skilur mig. En ég finnst, sko, meira vinna núna bara á þessu tímabili eins og flesti flokkar séu svolítið týndir nema kannski miðflokkurinn. Það er Viðreisn og Samfylkingin eru einhvern veginn svona að grautast, mér finnst þess að Viðreisn hafi ekki náð einhvern veginn að skera sig alveg frá og sérstaklega það sem þau töluðu fyrir kosningar, einfalda regluverk og dragur sköttum og einhverju slíku. Samfylkingin er eiginlega bara þessi eina kona sem er eitthvað náttúruafl í flokknum og maður hugsa með sér bara ef hún myndi veikjast eða hætta nenna þessu hvert flokkurinn færi þá. Þannig að það er svona þessi grunnur, Framsókn í þeirri stöðu sem þeir eru núna, Sjálfstæðisflokkurinn líka einhvern veginn að tapa áttum og það er að finna Samfylking og Sjálfstæðisflokkur, Framsókn og Sjálfstæðisflokkur í svipaðri stöðu. Þau eru í tæknilega sér bara báðir þessi flokkar í leiðtogakrísu. Það er það sem er náttúrulega eiga sér stað og það er ekkert flókið. Hugmyndafræðin er að ná svo framvegis en það er eins og að þau tala ekki stefnu skýrt. Og þá náttúrulega erum við bara, það þarf að brúa það bil einhvern veginn, Logi gerði það fyrir Samfylkinguna og uppskara lokum mjög ríflega. Já, persónlega. Já, flokkurinn náttúrulega finnur raunverulega bara sín leiðtoga lokum, en það þarf alltaf einhver svona að draga vagnir þegar illa gengur, það er bara þannig. En það gekk ekki vel, kannski undir stjórn Loga, ég held að það sem var staðreynd og eins og hann sagði sjálfur, þau voru að elta upprópanir á Twitter og samfélagsmiðlum og reyna einhvern veginn að fara í stefnuna út frá. Já, rosalega identity-politík og einmitt miðju kratar, svona haffiski kratin sem það er svona mitt bakland, hann algjörlega mista áhugan á þessu sko, þannig að en svo kemur Kristrún, hún kallar svolítið tilbaka þetta bakland sem var alltaf þarna en var löngu farið í bara svona furðupælingar í Pírata og einmitt Viðreisn og einhvers staðar víða bara tvístrefnum allt. En bara með þeirri leið sem hún er að feta núna hún er búin að særa margt samfélagafólk líka. Myndirðu segja að það væri einhver svona klofningur inn í þessu flokki sem að hefur ekki komist upp á yfirborð? Já, við sjáum allavega hún Heiða
Björg Hilmisdóttir og hennar fólk hérna, þetta er svona, þetta minnir á sko þegar Helgu Helgadóttur var bólað út. Já. Og hérna, það er greinlega, það var planið að losna alveg við þetta fólk, en hérna, það er erfitt fyrir flokkin að vera með fólk innanborð sem er búið að reyna að koma fyrir Katanef, en tókst ekki alveg. Þannig að það er þetta, ekki algjör eining innan flokksins. En þú sagði til dæmis áðan að Björn Martinsson kemur mögulega sterkur inn, en það er ekkit auðvelt fyrir hann að vera með Heiðu í hérna öðru setinu. Nei, ég segi það. Og alls ekki það sem að lækta upp með, en hérna... Nei, ég held að það komi samlíkafólk eiginlega mest á óvart þegar hún tekur sætið, annað sætið, eftir svona afgerandi tap raunverulega. Já, og afgerandi, sko, hérna, óánægja hennar var svo hrópandi augljós og bara svikin sem hún upplifði, hún nánast stafaði það bara út, sko, í viðtölum og hérna, þannig að það kom mjög óvart að hún, eftir 2 daga umhugsun, hún kom að ég ætla bara að taka sætið. Og hérna sem er bara svona síðbúin hendrinlega. Já, og maður hugsa með sér ok, hann áttur að klúðra þessu, þá er ég bara þarna sko, og líka það að hann er ekki með mikla eða enga pólitíska reynslu. Nei. Ekki með sterkt bakland inn í flokknum, þú veist, hérna á meðan að Heiða er náttúrulega með sko, hvað að segja, Hrannar, maðurinn hennar og hún, þau eru partur af sterkri svona klíku, getur maður sagt. Samfylkingar legacy þar á baku, sko. Já, þannig að sjáu þið fyrir ykkur að þetta muni fara að vinna gegn þeim, eða samfylkingunni í það kemur mér ekki á óvart, sko, að þetta myndi verða einhver svona akkillisarhæll fyrir þau. Og hérna, og það er augljóslega ekkert mjög svona miklir kærleikar á milli allavega frá Heiðubjörgu til Péturs. Hún talaði nú bara þannig reynslulausan fræðan kall, skilur við, hvað vill hann upp á dekk? Já. Og það er bara, það var enn eitt SMS-reyndar sem að, eins og Kristrún með Dag, þetta skilur samt eftir einhver særindi. Algjörlega. Og hugrenningatengsl, og ég meina, en þetta er sjálfskapaður vandi hjá samfélkingunni, þetta er sjálfskapað víti þeirra. Þetta er skortur á diplomasíu vantarlega hjá Kristrúnu og fólki í kringum hana sem veitur svo sem alveg hverju eru og þeir hafa enga þolinmæði fyrir Degi Bjarnasyni, þeir hafa enga þolinmæði fyrir meiri hlutanum í borgarstjórn akkurat núna og vilja hann út, það er alveg augljóst og það var augljóst í þessari, og stu kennu þetta grasrótin þetta, en grasrótin stendur bara með þessum hópi sem er líka svolítið athyglisvert, en engu að síður, þá úr verður náttúrulega að þú geta ekki hafnað borginni, því sem samfélgin hefur gert síðastliðin 4 ár. Samfélgin á núna í þessu vinstra sinnaða samstarfi sem er nýtt eins og gamalt raunverulega og tæknilega séð ætti maður ekki að geta fundið mikið að því, þú gerði ekki mikið á þessu 1 ári í sjálfu sér. En samfélgin samt sem áður er í huga fólks leiðtogin í þessu samstarfi og þau munu taka á sig alla skelli sem því fylgir, sko. Og alla þá þreytu sem er komin í þetta ofboðslega langvarandi stjórnarsamstarf sem að samfélginu hefur staðið að gegnum óteljandi kosningar. Þetta er svolítið vandræðilegt að sko Pétur á að koma einhverja ferska vinda og segja okkur það að þetta sé ekki þreyta því að hann er svo hress og ferskur og sama tíma sko verður hann einhvers staðar að feta eitthvað innsti í milli þess að kenna Degi og Heiðu það sem illa fór. Og öðru sem kemst hann ekki áfram. Nei, en þá er spurning, manneskjan í öðru setinu sem hann ætlar einmitt að reyna sem er klúðurinn. Þannig að þetta verður eitthvað, þetta gæti verið eitthvað skrítið, bara finna hvernig ætlar að búa til planið, hvert verður nýja planið á samfélginu. Það eindi af þessu plani fannst mér í málflutningi Pétur sem var alveg ágætur fyrir prófkjörið. Þar talaði mikið að hlusta og hlusta borgarbúa, það er komið tími til þess að svona eiga þetta samtal sem alveg er samfærandi og ágætt og stjórnarmaður þarf að gera þetta ef einmitt, sá sem er í öðru sæti er ekki núverandi borgarstjóri og búin að vera svona í miðju valdsins síðastliðin, 12-15 ár, skilur við. Og hefur ekki fengið mikið lof fyrir að hlusta á íbúa í Grafarvogi eða... Til að mynda, það var ekki góður fundur, það er bara þannig. En bara, sko, ef maður skoða að erum við svo einfalda skepnur að við erum samt alltaf að kjósa leiðtoga frekar en flokka. Já.
mikið til. Að því að við tölum það, nei, það skiptir ekki mál hver leiðtoginn það stefnan og flokkurinn og eitthvað slíkt, en svo einhvern veginn að þau uppistöðu þá virðist flokkur ekki fungera nema án þessar sterku leiðtoga svona skýra sín sem þeir standa við og láta ekki brjóta sig. Já, ég held að stjórnmálin séu ekki sett upp með þessum hætti fyrir einhverja tilvílun, það bara ríkt í mannskepnunni að horfa til leiðtoga og láta teima sig og allt það, þannig að stjórnmálaflokkur án leiðtoga bara ekki góð uppskrift og hann verður að vera sterkur með sín sem að dregur að sér og heillar og það ekki bara leiðtogin samt, það bara fólk, við viljum kjósa fólk og það til dæmis í miðflokki Snorri Másson sem nú varaformaður, hann augljóslega stjórnmálamaður sem að sópa að miðflokknum en svo hjálpar að Sigmundur Davíð líka afgerandi leiðtogi með sín sérkenni og stíl og stefnufestu, þannig að það eru að sjá blönduna svínvirka þessar myndir. En hversu sjálfbært þetta í rauninni þegar að hvað getur lengi verið að tala Vogue og hvað við erum búin að vera einhvern veginn soft í öllu og þarf ekki að fara að koma síðan að einhverju svona heilstæðari stefnu, einhverju sterkari framtíðasýn, hvort sem í einhverjum efnahagsmálum eða einhverju slíku, þarna nærðu athyglinni með því ögra mjög oft og Sigmundur Davíð elskar það, Snorri Másson elskar það, en hvað svo? Já, ég reyndar eins og kannski þið þekkið til mín, ég nú svona þeim megin í lífunu að ég er mikið til sammála stefnumálum miðflokksins þessar myndir og ég held að það sé mikið óunnið verk í að skera upp svona eða stinga á þessi kýli eins og kallaður Vogue-sins og þú veist, þetta búið að þetta búið að fara mjög djúpt inn í allar stofnanir og þjóðina í heild og það alveg mikið verk að vinda ofan að þessu, þannig að ég held að það sé ekki búið að tæma þann tank ennþá. Svo minna þessi útlendingaumræða sem miðflokkurinn mjög mikið í þetta miklu stærra mál bara í Evrópu heldur en á Íslandi og ég held að kjósendur á Íslandi upplifi bara það óefni sem hann sér í Evrópu vera alveg relevant á Íslandi þó við séum ekki komin í jafnslæg mál og þess vegna miðflokkurinn alveg þó hann sé ekki að glíma við sömu vandamál og þeir sem stjórnmálamenn í Þýskalandi, Bretlandi og Svíþjóð og annars staðar þá alveg relevant að vera með þessi mál á oddinum. Já, en ekki fleiri bara komið með þessi mál? Vissulega. Ríkisstjórnin sjálf að taka á þessu málum eins og hún segir. Jú. Þetta þá ekki einhvern veginn að hætta verða þetta einsmálsdæmi miðflokks? Þau ekki bara svona búin að missa þann bolta að því allir eru konið á? Jú, ef að hinir flokkarnir fara afgerandi, samfylkingin og Viðreisn meira segja alveg rétt, að þetta svona við sjáum, þetta sama atburðarás og við sáum í Danmörku þegar að sósíaldemókratarnir fóru að taka upp stefnu þjóðflokksins og þá heldur miðflokkurinn samt áfram með hann náttúrulega með þessa þjóðrækni og íslensku málverndina og allt þetta. Virkar þetta? Já, þetta, þú veist, við sjáum það í skoðanakönnunum. Hvernig virkar þetta á þig? Kannanir sína augljóslega að þeir hafa einhvers konar hljómgrunn mér fannst þetta svona athyglisverðast, mér finnst bara gott að nálgast allir svona pólitík bara svolítið svona, hvað maður að segja, svona með greinandi hugsun en sleppingar í tilfinningum og hvað mér finnst persónulega en þá Þorleifur Örn Arnarsson var ákveðis viðtali einn pæling leikstjóri mikill og góðvinnur og hann kom eiginlega með svona snjöllustu pælingur mér heyrti eiginlega bara meðflokkin sem bara að það er að muna þetta í lýðræðisflokkur og mér var það svolítið góð áminning vegna þess að það sem við óttumst kannski helst við frjálslynda fólki og ég er vissulega frjálslyndur maður að úr Bandaríkjunum einmitt svona að þetta umbreytist í ykkur fasisma að fólk verði ofsótt fyrir að vera trans, fyrir að vera hinsegin að við bara hættum að hafa frelsi til að vera það sem við viljum vera sem einhver svona konsensus sínum vesturna heimi að það sé í lagi
en sko þetta lýðræðisflokkur og ef það lýðræðislegur áhugi á honum og ef hann verður kjörinn þá verður maður bara að virða það og að því gefnu að það verður haldnar aðra kosningar þá getum við alltaf kosin í burtu ósátt. Það ekkert meir það að segja í sjálfu sér. Nei, trúum við því að þarna sé hættu á ferð með svona flokk. Það algjörlega, það sko styttri leið frá miðflokknum augljóslega í einhverja fasíska orðræðu heldur frá samfylkingunni. Hún myndi hann bara glata öllu sínum trúarleika og sínum fylgjendum. Þau hafa tekið stórum breytingu samt á ekki nema 2 árum. Já, þau hafa svona orðið harðari í sinni afstöðu til útlendingamála vissulega. Samt ekki, þetta er sjónamunur, þetta er rétt svo, þetta er ekkert svo mikið heldur en hefur áður verið. Ísland hefur áallt verið mjög hart þegar kemur að innflutningi af fólki að hælisleitendum og svo framvegis. En það keyrðum þverbak, það er bara þannig og það var frá 2016 til 2025 keyrðum við allt íslenska efnahagskerfið á innflutningi af fólki og það voru á þessu tíma eru sko 2-faldast pólskir innflytjendur og innkomuðu þetta Venezuela búar og frá Úkraínu og svo framvegis og það bara fer að reyna verulega á innviði auk ferðaiðnaðarins. Þetta bara fundu allir. Það var bara að ræða það. Þetta er náttúrulega merkum málsins. Ég held að... En hefðu þú áhyggjur af því að miðflokkurinn myndi ganga of langt eins og Valur bendir á að bara gagnvart mannréttindum og gagnvart einstaklingum sem eru kannski ekki alveg skrifuðu Excel-skjali? Ég held að þetta sé mitt sko bara pólitískur hræðslu áróður úr hinni áttinni af því ég sé það ekki fyrir mér að miðflokkurinn geti þróast á þann veg. En ég meina hann geti verið að kynda undir ákveðin sjónamið og það er talað með það í Bandaríkjunum að það sé verið að kynda undir sjónamið þar sem að fólk verður einhvern veginn svona fyrir að túlka bara hlutin eftir sínu höfði og fyrir að búa til jafnvel andstöð og reiði gagnvart einhverjum hópi sem að kallast minnihlutahópur, að þetta verði eitthvað svona sjálfstætt vald hópa sem vilja bara túlka orð til dæmis forseta eða einhver annar. Ég meina, slíkir einstaklingar eru alltaf til og hvorki miðflokkurinn eða fjölmiðlar geta borið ábyrgð á því. Það er bara við getum ekki heldur. Jú, ég meina þú berði einhver ábyrgð. En ég bara veltaði við sko að fjölmiðlar til dæmis, þú veist, þeir geta ekki verið að ritskoða sig af því að þeir gerir ráð fyrir að einstaklingar lesendur þeirra séu svo miklir hálfvitar að þeir Nei, ég er alveg sammála því við erum auðvitað að leyfa hlutunum og treysta á dómgreind og annað hindur en ég er nú fyrst og fremst að tala um þessa umgjörð, þessa stjórnun, þetta samfélag ekki endilega hvernig einn og einn aðili bregst við einhverju og þá hugsaðum með sér sko, erum við förum við aldrei út á þau ystu mörk hér á Íslandi að við göngum of langt í einhverju að misnota vald með og afgerði hætti gagnvart til dæmis minnihlutahópum. Ég meina það fer eftir í hver dæmir það, meina, við höfum alltaf verið að henda útlendingum úr landi og mann eftir í... Svo þurfum við svo mikið að halda, en það er bara hvaða útlendingar. Ég meina þessar fréttir hafa verið sagðar í 20 ár sko af einhverjum einstaklingum í viðkvæmri stöðu sem að útlendingastofnun hefur vísað á brott og það hefur alltaf verið þannig og það er bara þess að við erum með lög og landamæri. Það líka bara aðeins betri sátt bara þá umræðu. Hún var náttúrulega orðin algjörlega óþolandi á köflum þegar svona hvert fréttamáli var að vera biðla einhvern veginn til stjórnvalda að bjarga einum og einum einstaklingi, þannig að þetta virkar ekkert þannig til lengdar og ég skildi alveg frustrasjón dómsmálaráðherra. Þetta virkar okkur sem einstaklinga að við finnum til. Þetta gengur ekki upp sem stjórnsýsla, skilur. Það verður að finna einhver konsensus. Hvernig við ætlum að hafa þetta? Og þá þýðir það sko að sá sem er sympatískastur hann fær stuðning en svo getum við tekið aftur ég hef engan á þessari mannesku hún er ekki nógu þetta er bara veruleika þáttur skilur við getum bara leðið svona kosið þetta bara út eða inn skilur við en þurfum við sko bara stjórnmálaflokkar til þess að tekna sig upp að því að ég var að tala líka að flokkarnir ættu erfitt með að skilgreina sig en kannski þurfa þeir einmitt að fara út á einhverja jaðra til þess að ná áheyrn. Er það bara gott eða er það kjarkur
að hreyfa við umræðinni, það eitthvað sem við þurfum á öllum endum eða erum við alltaf að túlka allt sem öfga leið og komið út fyrir miður? Já, einmitt, þetta er svona góð heimspekileg pæling svona, og ég sé þetta oft í listum sem og oft í leikhúsi til að mynda, það svona þegar fólk ekki treyst fyrir sögunni og líka bíómyndum, Netflix og svo framvís, það alltaf að tyggja allan fjandan ofan í þig og að því leiðir að það aldrei var að treysta áhörendum eða neytendur listar fyrir því sem við verðum að segja. Við fáum ekkert svigrúm til þess að túlka og svo framvegis. Það sama við erfiða umræðu. Við eigum alveg að vera færum þá í treysti Íslendingum alveg til þess að eiga mjög erfið samtöl útlendingamál, allan fjandan án þess að allt springi í loftu. En erum við færum þá? Já, við höfum sögulega verið það. En auðvitað, samfélagsmiðlar, á tímum samfélagsmiðla auðveldara að æsa allt upp og allt fer í algjört uppnám, siðrof hreinlega. Og þannig voru, og það náttúrulega tímanir í kringum og húkið allt það skilur sem voru náttúrulega óbærilegir fyrir allan að fannst mér alveg óbærilega leiðilegt fyrst og fremst og banalt. Og þar líka var ekki, það var algjör skortur á blæbrigðum í samtalinu. Og ég vil frekar að treysta almenningi fyrir samtalinu. Og ég held að það muni ekki leiða til bara einhverjum svona Rúanda þjóðarhreinsana á einhverjum minnihlutahópum, skilur. Það við sem betur gefin en það. Það held ég, já. Ég trúði líka. En varandi þessum út að hugsa hvort að flokkar þurfi að fara út á jaðar til þess að finna einhver svona sérkenni og ná eyrum fólks, held ég að það sé ekki góð latína að bara haga seglum eftir vindi og vera alltaf að elda eitthvað nýtt og nýtt mál til þess að Þetta auðvitað þannig að stjórnmálaflokkar glíma bara við það að þeir eru misrelevant eftir hverjum tíma fyrir sig og vinstri græn voru rosalega relevant árið 2009 þegar var kosið eftir hrun þá var það náttúrulega bara að vera vinstri græn eini flokkurinn sem var saklaus af öllu því sem undan hefði gengið og kom bara stórkostlega inn þar og svo var hann alveg óbúslega irrelevant núna í síðustu kostningum og þannig að og það er saman með miðflokk í raun og veru að hann hefur frá stofnun fyrir 10 árum síðan verið á svipuðum slóðum alltaf en nú er hann bara að verða meira og meira relevant út af tíðarandanum og því sem þeirri þróun sem átt hefur sér stað í okkar samfélagi og annara En það gangar svona sögur það að þeir sé að sækja hugmyndi sínar til eins og Bandaríkjana og makarhefingar og séu svona einhvern veginn að sækja PR námskeið hjá þessum aðilum og þá veltir maður fyrir er það vont eða er það bara lógist? Ég hefast nú reyndar að þeirra hafi verið að sækja námskeið hjá makarhefingunni en hugmyndafræðilega eru þau náttúrulega á svipuðum slóðum og það þarf ekki endilega að vera því þeir séu að apa upp uppskriftina og þetta er að virka þetta er eitthvað andrúm það er andrúmi sem þeir eru að vinna í það er að segja tíðarandinn og áskorunar sem að hinn vestræni heimur stendur frammi fyrir það eru keimlík vandamál mismikil samt sem áður þannig að það er fullkomlega eðlilegt að við sjáum svipaðar stjórnmálahreyfingar í ólíkum löndum vera að ná svipuðu fylgi jafnvel sem er bara viðbragð við tímum dagsins. Svo ég skjóti inn það er áhugavert vegna þess að þegar maður fylgist með þessu og ég myndi sá þessar fréttir í heimildinni mitt hjá okkur var þessi kokk námskeið þarna þá manni finnst eins og við sem að sjá svolítið samskonar stemningu í kaldastríðinu þegar hugmyndafræði var að umbyltast verulega og það var að takast með hugmyndafræðilega á þessum tímum við höfum til að mynda ekkert rífist hugmyndafræði síðan bara eftir fall Sovétríkjanna bara 1991, hefur einhver verið að rífast það öðru sem bara, kapitalismin er kannski yfirgenginu á stundina það er bara Gunnar Smári sem kannski er að endur taka mjög mikið sem umræðana með einhverju formið einmitt, en svona þessar kaldastríðshugmyndir, þá er að taka fasisma, kommunisma, einræði lýðræði, hvers konar lýðræði og svo framvegis og við erum að fara í sjá Bandaríkin sem eru mjög svona hentugt ríki til þess að umbylta sér í pólitíska öfga einhverja því að það er einn leiðtogi sem er mjög sterkur sem er þessi forseti, þingi þar fyrir neðan sem á að fungera en virðist ekki fungera sérstaklega vel þessar dagana og þeir virðast vera að predika sömu pælingar og þeir voru að gera í öllum þessum kommunista stríðum sínum árum áður og það er alveg eðlilegt að stjórnvöld séu þar bara að tala inn í Þýskaland tala inn í Bretland til að mynda eða tala inn í íslenska miðflokkinn skiluru og það er ekki að segja þessu eitthvað að copy-paste einhverja stefnur
en það sem náttúrulega veikleikið þessara hugmynda náttúrulega sá að ólíkt Bandaríkjunum þá erum við í allra Norðurlöndunum alltaf bara með samsteypustjórnir og þá flækjast málið töluvert og það maður sé populista flokka. En skapar ákveð öryggi líka. Já, og maður sé populista flokka og ég segi það í bestu möguleg meiningu, populismi, að þeir bara eiga til bara að hvell springa bara leiðu komast í ríkisstjórnir, skilur, og bara hverfa undir eins. Erindið farið að einhverju leyti, sko. Leið og kemst, að þetta óánægja, að þetta landsfylgi. Þetta einhvers konar viðbragð við einhverju þreytu sem í gangi í stjórnmálum í heiminum. En myndu segja til dæmis að Flokkur fólksins væri af þessu tagi? Já, hann er að glíma við nákvæmlega sama vandamál og Valur að lýsa þess að hann er góður í stjórnaranstöðu þess að hann kvartar og botar í og bendir á. En hann getur nú ekki kvartað undan því að hann hafi ekki fengið sínu fram í þessari ríkisstjórn. Þannig að hann er ennþá þó að vinna fyrir umbjóðandi sína út frá þessum málum sem hann lagði til. Ótrúlega góð punktur. Já, hann er að gera það núna, reyndar þetta ár búið að vera mjög brösótt fyrir hann, en það virðist vera bara núna þetta síðustu vikum sem hann ekki kannski út frá árangri í ákveðnu málum, heldur fyrir miklu frekar bara að það var svona bara mist hausinn í einhverju. En ég meina bara eins og þetta menntamálaráðuneytið að þau fara fram ætlan á breytingum og skapa þessa ólgu, þetta svona taktík Trumps að einhverju leyti sem að við höfum líka síðan bara áhrifin á Evrópu, hvernig Trump hefur talað, að hann er að rugla í öllu. Á sama tíma fara menn að breyta þeir auka útgjöld til varnarmála innan Evrópu, þannig að hann er að hafa einhver áhrif með þessu. Flokkur fólksins á Íslandi. Þetta eru stærstu breytingar, pólitísku breytingar sem við séð í áratugi sem eiga sér stað núna í Evrópu. Og kannski bara jákvætt að Evrópu sé að vakna sama að Flokkur fólksins á málsvara á skjólstæðinga þarna úti sem eru þó að sjá einhvern árangur eins og við þau mál sem núna bætur. Já. Þannig að hann er allavega ekki, hann er ekki farin ennþá að missa erindið það. Nei, alls ekki. Hann, og á alveg talsett inni, held ég. En það er einmitt spurning, hversu mikið það er láta eftir henni. Það er kannski einhver mörg. Já, það er kannski einhver mörg. Og hvort þetta farið þá í, allt í skrúuna. Þetta er alltaf, við erum búin að vera með þetta ár, alla þessa tilfinningu alltaf að þetta sé einhvers svona tímasprengja sem er að býja eftir að springa. Þú hefur oft verið bendlaður pólitík og það er alltaf verið að nefna nafnið annarkvort á einhverju tíma sem leiðtogi sjálfstæðismönnum í borginni og núna fyrir miðflokkin. Hefur þetta hvarflað að þér? Þú veist alveg svarið þessar spurningu. Ég segi það nú. Við erum að deila þessu með fleirum. Já, ég ég var ansi nærrið í manstu þegar ég var að vinna á þér. Það var heilmikið vesen að vera að pæli því. Já. En ekki núna, nei. Það var þetta kom alveg til umræði núna í aðdraganda þessara kosninga en þá var ég samt þá var ég miklu ákveðnari því að þetta væri ekki fyrir mig allavega ekki þessi tímapunktur. Hvort myndi heillaði meira borgarpólitíkin eða landsmál? Ég held að persónulega er ég meira svona landsmála svona áhugasvið mitt liggi meira þar En það er rétt semst að miðflokkurinn leitaði til því núna að komi framboð í borginni. Já, það voru einhver samtöl sem átt. Já. Og þú gasta frá þér. Ég þú ert að reyna að fá einhverja fyrirsætnir núna. Bara ég sé bara rólegur Þú ætlar að grípa það hafa spjallað þetta og ég fann að þetta var ekki að heilla mig. Ertu hrifin af nýjum leiðtoga miðflokks í borginni? Já, ég er það. Ég held ég hef mitt sagt daginn í þættinu mínu, þá var ég svona að velta því upp ef þetta væri fagleg ráðning í stól borgarstjóra, þá væri af þessum oddvitum sem að fram eru komnir, þá tel ég að Ari Edvald sé hæfasti umsækjandinn. Hvernig leggjum við mat á þetta? Það er náttúrulega þessi bakgrunnur hans í íslensku viðskiptalífi,
að reka stór fyrirtæki. Hann hefur ekki fjölmiðil, hann hefur ekki ríkisapparatur. Já, það var í bullaði við raka nýttum að 365, ég veit ekki til þess. Var ekki bara Jón Ásgeir hann að reka þetta meira að minna? Nei. Ég þekki það ekki. Ég vann með honum þá og við Máni, kollegi minn, oft verið til vandræða í íslenskum fjölmiðlum sem sérmerandi lendum stundum upp á skrifstofu hjá forstjóranum og það var alltaf einhvern veginn allt list af svona mikilli hann er klókur og ég þekki hann bara þannig að hann sé rosalega góður greinandi alltaf með puttan einhvern veginn á púlsinum og sér stóru myndina þannig að þegar ég sá að Ari Edvald var að fara fram fyrir miðflokkin þá fannst mér það að vera mikill fengur fyrir flokkin. Man veldi fyrir sig hvort við erum að velja fólk út frá rekstrarþekkingu eða einhvers konar hugmyndafræði, einhverju langtímasýn eða til þess að vinda ofan af einhverju. Við erum alls konar myndir af borgarstjóra í huganum og við getum líka farið að dæma Ara fyrir það að vera fullorðinn miðaldra kall sem er búin að búið í Portugal og á íbúð í Garðabæ og hefur engan að hafa leikskólum. Já, og leigir á lögfræðinginu sinum. Já, leigir á lögfræði. Við getum alveg teiknað upp allar myndir af öllum þessum einstaklingum, annarkvort til að hefja þá upp eða til þess að fá okkar gegni. En hvers konar manneskjur viljum við? Er við eitthvað saman? Ég held að góður ekstramaður sé mikilvægt efni fyrir borgina. En ekki nógu góð af rekstrar einstaklingum inn í borgina? Það virðist ekki vera. Þetta er alltaf bara í kalda kóli og það er alveg að tala, ég held að þetta sé eitt svona stærsta viðfangsefnið og stærsta hagsmunamáli fyrir borgarbúa alla er að borgin verði miklu betur rekin heldur hún hefur. Sjáu þið fyrir ykkur að nýr borgarstjóri myndi strax fara að skrúa fyrir arðgreiðslur frá borgarfyrirtækjunum? Nei, það held ég ekki. Hún getur það ekki, það fyrir hún bara hausinn borgin. En hvað borgarstjóra viljum við? Ari komið smá og óvart að hann var valinn eða hann sé oddviti bara því að hann er svona, ef ég hugsa miðflokkin og hugsa ég nú ekki Ara sem hefur hingað til þótt svona frekar svona frjálstendur í hugsun og svo framvegis og kannski er það bara eitthvað svona svona vitt innan miðflokksins, það er kannski þessi borgarstjórnarflokkur til að mynda í Reykjavík verða bara flokkar að vera að tala aðeins vinstri sinnaðra það er eins og vinstri flokkar í svona greiðari leið þar inn heldur en annars þar á landinu. Er það ekki búið? Já, það er eiginlega svolítið prófsteinninn núna. Það er einmitt prófsteinninn núna, það verður bara segjastur við en við sjáum hann að vor til vinstri til að mynda með sönnu, fólk raunverulega óttast það innan stjórnmálana, hvað úr því verður og ég heldur endur að ég veit eins og segir að það verður ekki mikill áhuga því. Ég veit ekki hvort það þurfi endur að rekstra mann í þetta en það þarf náttúrulega augljóslega einhvern leiðtoga, einhvern sem þorir að taka ákvarðanir og það er ýmislegt innan borgarinnar sem á augljóslega laga og er ekkert svo flókið að laga held ég. En veist, ég meina, ég veit það ekki En við erum strax farin í pælingar varðandi til að hvort við erum með á móti borgarlínu og fyrsta sem að Ari fer að tala er einmitt endurskoðun á borgarlínu. Hildur Björnsdóttir er á sama stað en enginn veit eiginlega hversu umfangsmikil hún er, hvernig hún nánast lítur út. Við erum öll með einhverju óljósar hugmyndir. Jú, það er menn verður nú bara að lesa fréttir líka, menn veit alveg hvernig það lítur út og hvað þetta mun kosta og svo framvegis. Já, hvað kostar þetta? Þetta er 350 milljarðar, það er vermiði núna. Það er stór upphæð. Það er meiri áttur upphæð. Svakaleg upphæð. En hún er náttúrulega ekki bara greidd út á næstu 3 mánuðum, skilur. Og það hefur ekkert. Þetta er framtíðar markmið. Það er þessi auka akreinuð þetta sem kostar við innviðir og innviðir er náttúrulega dýrasti kostnaðurinn í öllum borgum og hvað úr því verður er svo annað. Það er náttúrulega kannski verða vonbrigðum þau, þetta verður bara strætó á hraðakrein og kannski mun það ekki skila neinum árangri og þá verða stjórnmálin að taka ábyrgð á því þegar að því kemur en kannski verða til þess að létta á umferðinni. Ég meina ekki þá hún hafi neina áhrif á mig, ég nota valla bíl lengur. En ég segi bara við erum samt einhvern veginn að vandræðast með þetta vegna þess að við erum að tala 300 milljarða sem við skiljum ekki bara sem tölu hvað áhrif hún hefur. Inn í þessu er náttúrulega mannvirki eins og Suðurlandsbraut, stokkurinn og það er brúin eða göngin yfir á Kjalarnesið. Hvað heitir áttur? Sundabraut, fyrir ekki það? Það er algjör neyksla með að gleyma þessu. En inn í þessu er ekki bara
malbikaði vegir, þetta eru vegaframkvæmdir sem eru alveg stórkostlega miklir peningar inn í. En það þetta, það nú mjög langt síðan ég man eftir opinberi framkvæmd sem að hefur staðist fjárhagsáætlanir, sko, það hefur alltaf alveg vel yfir og tímaáætlanir. Já, og tímaáætlanir, og síðan auðvitað þegar að þetta verður allt uppkomið og sett í gang, þá takmarkalaus kostnaður sem að reka þetta á endan. Já, en borgarlínan samt bara, þegar hann að tala borgarlínu, hann bara að tala strætóin, vil hann leggja niður strætó eða vil hann ekki Sundabraut? Það sem hann að segja, af því að þetta náttúrulega bara þvæla, sko. Nei, ég held að Ari sé náttúrulega helst að tala það sem að borgarbúar eru að fara að finna mjög sterkt fyrir þessi aðþrengsli að bílnum, og til þess að laga það Suðurlandsbrautina sem bara hrópandi dæmi. Og til þess að laga það þarf augljóslega að fara í innviða breytingar sem kosta massífa peninga á því engin vafi. Þannig að það þarf líka bara aðeins bara upp á bara að skýra þess orðræðina. Að bara, ef menn allar á móti borgarlínunni og þið sjá bara fyrir strætó eða neðarlega strætó, það bara ein umræðu fyrir sig. En borgarlínan náttúrulega, sko, meiri háttar verkefni ríkis og borgar það að fara í breytingar á gatnakerfinu, svo, fólk komist á milli staði yfir höfuð. En horfist bara í augu það, bara venlugur íbúi sumar, meir og minna allar götur lokaðar af því að það verið að malbika. Þú lætur það fyrir töðunar þar til að búið að malbika og þá allt í helviti gott að keyra á honulösu vegi. En við látum, sko, þetta truflar okkur líka þrengu gatna því að það er svo langt í þessa samgöngubót sem borgarlína á að vera og okkur finnst þetta stóra upphæðir að því við skiljum ekki tölurnar en okkur finnst kæruleyslega að tala þetta líka og við erum að tala þetta í einhverjum árum þar sem að sumir mun ekki lifa það og aðri nenni ekki að bíða eftir það er kannski þetta, sko, það er ekki búið að selja okkur þessi verkefni nægilega vel og ná okkur einhvern veginn með í þessa breytinga. Það er að vandi stjórnmálamanna, sko. Róboslega mikil áhættatekin líka með að þetta gengur ekki upp nema að þetta hlutfall þeirra sem nota strætó þetta sem eru 4% sagt fyrir það þarf að hækka það verulega til þess að þetta skilja einhverju og gangi upp og það er bara áhætta sem að við höfum enga veginn einhverja staðfestingu á að borgi sig. Það muni það gefur náttúrulega augalega þeim fleiri er út af strætó og þeim fleiri eru umferðin sem er ekki á engabílum skiluru og ég meina það ég er alveg sammála. En bara hvort að við fáum fleiri notendur strætó með borgarlínu, það er alveg, veitum það ekki. Nei, einmitt, en það líka ekki sko upphaf og endir þessari umræðu, það líka að þetta þarf að færa þessa borgarlínu umræðu aðeins upp á því hversu margir nota strætó. Ég persónulega vil bara nota engabílinn minn, sko, og I don't care, en ég vil samt sem á þeirra að ég geti nota strætóin, en ég vil líka að það séu almennilega samgöngubætur unnara, því að Reykjavík, bara höfuðborgarsvæðið, bara það svæðið sem við setja hvað mest eftir að kemur að alls konar samgöngubótum bara yfir höfuð. Það eru engar göng hér eins og alls þar út af það er búið að lofa þessi mörgum það er búið að lofa öllum fjandanum en það er aldrei gert nokkuð skapaða hlutur hér þannig að maður er svona, ég frábið mér svona einhverja svona, það er ekkert mál að taka borgarlínuna, setja henni í eitthvað tómarúm og trillast yfir henni en ef þú horfir á hana heilstætt og bara út frá ábyrgu sjónarmiðum þá sérðu náttúrulega að þetta er allt annað og miklu meira verkefni. Eitt veikleiki í þessu er kannski þetta, sá að búa til átök milli borgarbúa sjálfra og það er þetta að einhver er að dissa hjólreiðafólk eða gangandi eða keyrandi í staðin fyrir einhvern veginn að reyna að segja okkur betur frá hvernig þetta lítur út í framtíðinni, hvernig þetta byggist upp að við skiljum það betur og það er kannski þetta er í átökum milli sveitafélaga og þetta er átökum milli stjórnmálaflokka. Það er mjög sérstakt að hægri maður er hrifinn af einhverju byggingu sem að vinstri maður er ekki hrifinn af eins og þetta sé bara einhver sko pólitík sem stýri skoðunum okkar og upplifunum og það er kannski það að mér finnst borgaryfirvöld oft svo óskýr í að segja okkur frá betur hvernig þetta verður og hvernig þetta virkar og þess vegna kannski erum við að rífast eitthvað sem við hvorki skiljum eða vitum hvernig verður. Já, ég veit það ekki. Þurfum við þá ekki borgarstjóra sem segja? Þurfum bara skýrari skilaboð, það er bara ef þetta er PR-vandi og ef það væri nú bara svo einfalt, þá væri það dásamlegt en auðvitað, ég er ekki að gera lítið úr þeim áhyggjum, þetta kostar alveg gríðarlega mikla peninga og tekur mikinn tíma og jafnvel mannsæfir skilur en það þarf að skoða þetta frá A til Ö og það þarf að gera eitthvað
og ef til að mynda miðflokkur með betri hugmyndir samgöngubótum í Reykjavík var ég alveg til að heyra þér en ég get lofað þér því að Ari Adolf hefur engar slíkar hugmyndir í farteskinu. Nei og ég held reyndar að hann hafi sagt endurskoðun og það kannski meira út frá að skilja þetta betur, fjara saman forgang, miklu brautar eða eitthvað slíkt. Það kæmi mér samt ekki óvart að menn getur komið með einhverja betri hugmyndir en borgarlínu. Já, ég var til í lest. Ég ekki með það sko, en ég verð ekkert hissa þó að myndi einhver draga... Já, ég hef lengi talað fyrir því að bara gera bara neðjarakerfi, bara eyða bara, ég meina ég er alveg sammála. Það mun kosta 5.000 milljarða eða eitthvað álíka, en það mun sko borga sig upp á svona 10 kynslóðum en það mun borga sig upp og það verður stórkostlegt. Ég er sammála, ég myndi miklu frekar vilja sjá neðanjara lest undir Reykjavík og umferðin fengi bara að fara sinn gang hérna fyrir ofan en það eru þetta gríðalegi fjármunir en myndi eflaust borga sig á einhver Já, þú verður líka að hugsa þetta í miklu stærra já, þú verður að hugsa þetta í miklu stærra samingi. Já, en Hildur Björnsdóttir var hérna heima síðast og hún talaði einmitt að hún vildi sjá bara fleiri göng undir Reykjavík og hún talaði til þess að tengja hérna Grandan og þar sem að við erum í þrengslum hérna í miðbænum og byggja út á hérna á Grandasvæðinu og fara í uppfyllingar þar. Á móti fáum við landsvæði ofan á þessu, þannig að það einhver gæði sem reiknast á móti og mér finnst þetta alveg sko hugmyndarinn virðið þegar við erum að tala í öllum þessum 100 milljarða sem við skiljum ekki og tölum að eitthvað sé dýrt. Mér finnst það svona álíka gáfulegt að vera ósáttur þegar að knattspyrnulið sem að heldur með kaupir einhvern mann fyrir 50 milljónum punda eða 70. Bara þeir eiga þessa peninga, kaupið þann bara. Við skiljum ekki þennan kostnað í langtíma fjárfestingum en að hugsa stórt, hugsa í göngum eða borgarlínu eða einhverju slíku. Ég held að ég kunni vel við svoleiðis framtíða sín. Þegar menn hugsa stærra. Já, ég sammála en það eru lest eða það er bíla í gengum eitthvað, þú veist. Að mestuleiti ég sammála en fyrir utan að þetta sko okkar stærsta vandamál í dag er verðbólga og afleiddir vextir af því og slíkar fjárfestingar og opinbera framkvæmdir eru mjög þenslu hvetjandi ég sko en á sama tíma þarftu að fara í þessa fjárfestingar. Já, vissulega. En á sama tíma þá held ég sér komin tími og að við prófum að skila hallalausum fjárlögum í nokkur ár. Nokkur ár? Já, okkur hefur tekist eitthvað einnig en það er það sem við verðum að gera til þess að komast inn í Evrópusambandið fyrir að fyrsta. Ef við ætlum að komast inn í Evrópusambandið þá þurfum við fyrst að ná jafnvægi á einhverju löngu tímabili. Og ef við náum því jafnvægi þá höfum við ekkert að gera inn í Evrópusambandið því þá getum við bara gert það sjálf þannig að þetta er mikið dilemma en ég held að þetta er forgangsmála þú veist ég myndi segja hvað stjórnmálum hvernig væri að prófa bara hallalaus fjárlög núna í 3 ára en það ekki markmiðið hjá þessar ríkisstjórn og hún heldur því það er ekkert sem bendir til þess að þeim takist það ekki í augnablikinu en ok, bara varðandi það nú eru þau búin að keyra á svona þessu planina Kristrúnar og nú finnst mér eins og hún sé komin í einhverja vörn fyrir það, mér finnst svona eins og hún sé núna svona einhvern veginn sjálf farin að efast, ég veit ekki hvað það er hvort það sé einhverju svona hvernig hún kemur fram með það eða þá að það eru bara svo margir sterkir aðilar búnir að segja að þetta sé ekki gangur. Svo rangri leið. Hvernig horfir þetta við þér? Já, ég er rosa spenntur að sjá kannanir núna eftir bara fréttir síðustu viku það búið að gerast margt svona einhvern veginn og kemur ekki óvart ef að þeim fari núna aðeins að fapast flugið sko en ég þóri samt ekki að fullera neitt það hún er ótrúlega sterkur leiðtogi Kristrún og momentumið er að breytast maður finnur það. Já, er það ekki? Jú. Ég held að það hljóti eiginlega að vera og kemur á óvart ef að það er ekki aðeins þetta eru nokkra vígstöðar þetta er sko við erum búin að vera í 5 ár að díla við þessa sömu verðbólgu sem er bara COVID-verðbólga öll önnur ríki Evrópu eru búin með þessa verðbólgu komum bara í næstu verðbólgu sko og en við erum ennþá þarna einhvern veginn og það er alveg ótrúlega hvimleitt og þetta er orðið langdregið og lánakostnaður í dag er fáralegur allir finna hvað þetta er að vera dýrt og svo eru álögur að aukast og heita vatni vera dýrar að skilja orkuveitunni bara, veist, bara ef það er hægt að klípa einhvern veginn af okkur millitekjufólkinu og ef einhvern hægt að láta okkur borga fyrir þessa verðbólgu þá er það gert
það virðist bara stefnan að við eigum einhvern veginn bara að redda þessu og svo bjargar þetta bara fyrir hotn og stjórnmálamenn hrósa sér fyrir að hafa leyst það einhvern veginn. Heilbrigðismálin er svo annað, það er Alma Möller. Það virðist vera einhver ólga þar sem er athyglisverð hjá hjúkrunarfræðingum, þetta voru þessir berklar þarna sem greindust sem er svona uník en kannski ekki alveg svona, þetta er ekki alveg nýtt fyrir þeim kannski. Einhver dropi sem fyllir mælið það. Já, og ekki nómið það, þetta er svona, það er eins og það sé ekki alveg nóg að gert þar, það er svona mikið kurr sem ég bara heyri úr þeim anga. Þannig að það er svona hlaðast upp, einhver spenna. En það er líka, það hefur verið svolítið þrjóska hjá okkur að fá einhverjum læknastofu til þess einhvern veginn að koma til mótsina vanda og þrjóskast áfram með kannski Landspítalann. Nú virðist eitthvað verið að breytast með það sem við klínikunni eða annað. Erum enn bara bregðast og seint við, er þetta gamaldags hugmyndafræði að Landspítalinn eigi að vera einhvern veginn upp á endir alls? Já, það er sem að Súpa segið að hún var, náttúrulega Vinstri græn voru mjög hörð gegn þessu og blandaða kerfi. Já. Það er samt þetta blandaða kerfi alveg til staðar. Við erum með einkareknar bráðamóttökur og hvað þetta heitir læknavaktin sem er náttúrulega bara ígildi þess skiluru og það er alls konar kerfi. Því var ekki leitt að vaksa neitt eftir þörf. Nei, og læknavaktin er í rauninu þannig að hún bara vísa fólki upp á bráðadeild eða sendi það með sjúkrabíl, þannig að bráðadeildin er alltaf þessi. En svo er líka hitt í þessu, ekki nóg með að við erum að díla við einhverja verðbólgu sem einhvern veginn millitekju fólki að greinilega axla allar ábyrgðir á, heldur erum við líka búin að bíða eftir einhverju húsi fyrir spítalann, síðan 2012. Já. Þetta er eiginlega orðið svolítið langt verkefni og það er allir ára geðveikir á þessu það þarf bara að opna þetta hús og sjá hvað úr verður það má segja byrja að byggja næsta spítala byggja næsta yfir að þeir verið búin að fylla hinn nú þegar og þetta er eitthvað sem að Sigmund Davíð fær kredit fyrir af því að hann keyrði þetta alltaf á þetta og talaði um Vífilsstaði og sagði að við þyrftum að byggja 2 spítala líklega á sama tíma það er alltaf að finnast að við þetta þetta Vífilsstaðamál var náttúrulega eins og maður hlóð þar svolítið út af borðinu á sínum tíma kemur í ljósa líklega það fullkomlega rétt fyrir þessu. En þá erum við aftur komin að persónum. Ef einhver persóna eða einstaklingur segir eitthvað og við höfum ekki trú á hann sem einstaklingi þá einhvern veginn segjum við líka að það sé allt vitlaust sem að við komum til að segja. Hann segir það samt alveg 5 árum og seint svo því sé haldið líka til haga. Það var búið að grafa grunninn og svo fram við. Þeir voru byrjaði Já, en það var samt ekki komið svo langt að það væri ekki hægt að snúa við. En það við munum líka þegar að Sigmundur Davíð fór að tala hvernig hann ætlaði að ná peningum af vogunarsjóðunum og hrækamarsjóðunum á sínum tíma það trúði honum enginn. Þetta var galin hugmynd og það voru allir að keppast við að blása þetta út á borðinu. Þetta reyndist samt alveg einhver mesti happafengur sem að og hann hefur verið lunginn eins og auðvitað í Icesave-málinu á sínum tíma og raunverulega í þessari umræði líka, ég meina hann stofnar miðflokkinn og úr verður þessi flokkur sem er í því andrumslofti sem er í dag og orðið næst stærsti stjórnmálaflokkur landsins. Þannig að ég meina maður verður að gefa nú það, hann er með læs á pólitík. En fólkið sem er að dragast að flokknum, þetta sem við tala með þetta séu sjálfstæðismenn fyrirverandi sem hafa ekki komið stað hjá sjálfstæðisflokknum eða þá að sjálfstæðisflokkun hefur einhvern veginn vikið að leið frá þeim. Er Sigmundur að fara einhvern veginn í svona þessa gömlu hugmyndafræði sjálfstæðisflokksins að einhverju leyti? Já, einhverju leyti. Það er náttúrulega bara þessi fullveldis sjálfstæðisflokkur sem var einhvern tímann löngu fyrir okkar tíð ég meina, hvað hugmynd þetta tala um fyrir Nei, ég er að tala um sjálfstæðisflokkur er hann svona einhvern veginn að nálgast að fá svona þessi heildsala element eða einhverja einstaklinga sem eru svona þokkalega efnaðir og hafa verið í rekstri og einhverju slíku en eru samt ekki alveg búnir að týna sambandi við samfélagið ég veit ekki hvað þetta er eitthvað eins og með Ara til dæmis að það sá ekkert allir fyrir mér datt þetta ekki í hug Nei, ég segi það sama, það kom mér óvart en á samaskapi þá bara rekum maður sig á það bara í fjölskyldubóðum og samkomum þar sem maður kemur að fólk sem að ég reiknaði alls ekki með er að tala um að fara að kjósa miðflokkinn það hópurinn er bara orðin miklu breiðari og stærri En hann að tengjast meira fólk í viðskiptalífinu? Já, hann er það, klálega Er það meðvitað
Ég hef svo sem ekkert séð neitt sérstakt hjá miðflokknum svona til þess að róa á þau mið. Nei. Svona þannig. En það er bara ekki vera með efnaðarstefnu. Ég fólk með að tekja eftir því, sko. En maður finnir það samt að margir svona grjótæri sjálfstæðismenn eru jafnvel að horfa til miðflokksins að, svona sem mögulega afl til að kjósa og það veikleiki kannski sjálfstæðisflokksins. Já, sjálfstæðisflokkur náttúrulega á í mjög alvarlegum tilvistarvanda. Hann gæti bara, ef hann gæti sinni ekki, þá gæti þessi flokkur orðið þannig að þessu samfélgin til að mynda og hún fer mjög svona mikla lægð en nær slíkum hæðum eins og við sjáum núna og aftur. En að ná slíkum hæðum á ný einmitt, það er svona vonin sem keyrir flokka áfram þegar illa gengur. En ef sjálfstæðisflokkurinn gæti sér ekki, þá næra mögulega aldrei aftur sömu hæðum. Og það að ef hann ekki að gæta einmitt íhaldsamari armi flokksins og að tala inn í frjálslynda. En hvað þarf hann? Þarf hann annan einstakling sem leiðtoga? Það var maður spurningin, eru tímaninn kannski bara orðið þannig að því að sjálfstæðisflokkurinn var svo uník, hann gat talað inn í allt hægrið og saminað allt frá bara mjög svona hörðum, segjum ekki nasisma en bara nánasta, bara til þessi dæmi og alveg niður í mjög svona frjálslynda svona krata þengjandi einstaklinga og breytin var slík að þeim tókst þetta en síðan kemur miðflokkurinn og er raunverulega býr til bara svona, býr til nýtt hotn bara í sinni pólitík og kannski það bara komið til að vera og það náttúrulega kemur upp á Trumpismannum og allt þessu skiluru. Þannig að ég veit ekki, ef sjálfstæðisflokkurinn nær ekki þessu fylgi aftur, þá nær hann aldrei aftur að verða jafn stór og hann var og þá held ég að sjálfstæðismenn þurfa að fara svolítið að horfast, fara í mikla naflaskoðun þegar þeir sjá sig ekki þannig, þeir sjá sig sem aflið sem breytir Íslandi og ræður raunverulega Já, kannski eru þeir ennþá með þá hugmynd í kollunum, en mér langar að ræða við grein sem þú skrifaðir loðamál og útlitanir í borginni þar sem að þorpið í eigu Runólfs Ágústssonar. Nei, það er ekki rétt. Runólfur á ekkert í þorpinu. Hann aktív, það ekki? Jú, hann er svo kallar talsmaður þorpsins en eiginkona hans Áslaug Guðrúnardóttir, hún á þetta ásamt öðrum manni. Já, þetta er bara þannig þetta er inn í familíunni. Já, hann er vissulega þarna nátengdur. Ok. Viltu að við tölum Áslaugu frekar en Runólf? Nei, Runólfur er augljóslega upp á endir þessar umræði. Ok, en þorpið hefur fengið útluta lóðum og í nokkru tilfellum skilaðum, eða seltem í staðis að skilaðum þá hafa þeir áfram seltær og það var einhver álíktun þetta meirihlutanum í borgarráði og þar sem þau sögðu á sama tíma og þau lögðu blessun sína yfir eitthvað framsal hjá þorpinu á lóðum að þá sagðu líka við verðum að fara að koma í veg fyrir lóðabrask. Já, þau bókuðu sérstaklega gegn lóðabraski svo bara almenningur skilji og hlustendur að þegar við tölum lóðabrask, hvað það eiginlega? Að selja áfram lóðir. Þetta heitir bara áframsal á lóðum, þetta er löglegt á alla vegu. Eini munurinn sá að borgarráð verður að samþykja, ef þeir útluta lóð, þú þarft að borga eitthvað byggingagjald af henni og ef þú ætlar að áfram seljana, ég ætlar að selja þín, þá þarf borgarráð að samþykja það. Þetta er það sem kallast lóðabrask, raunverulega, og þetta er það sem fólk hefur nær einhvern veginn almennilega ekki utanum. Og þarna var orðið til gífurleg auðæfi sem við raunverulega, þetta er bara eins og hugsaðu þetta sem kvóta fyrir eitthvað lóðir raunverulega. Þannig er svona einfaldri hugsun kannski. Þú fær gefins eitthvað frá ríkinu og selur það síðan áfram og fyllir vasana seðlum. Nákvæmlega. Á þess að gera nokkuð raunverulega. Nema hvað að þeir gera þetta þarna, þeir fá þessa heimild hjá borgarráði, hún samþykkir þetta, lóðaframsal, lóðabraskið raunverulega og bóka sér sérstaklega gegn því. Vandinis er þessi og þetta er alltaf svona lúðalega við þetta er að Runólfur gagnrýnir þetta því þetta er fullkomlega löglegt og sendir bréf á alla kjörna fulltrúa og eiginlega bara hún skammar þá og síðan byggðist formaður borgarráðs Píratinn Alexandra Brím, hún byggði síðan afsökunar á þessu öllu saman. Að hafa bendlað þetta, tengt þetta saman. Að hafa tengt þetta saman sem sýnir náttúrulega bara, þetta er bara viðkvæm umræða og svo framvegis. Og ástæðan fyrir það að þau bókuðu svona klaufalega var bara þegar Einar Þorsteins var að benda á að bæði augljósa sem var bara, við vitum ekki hvað þeir fá mikið fyrir þetta og kannski ætti borgin bara að fá hlutdeild í þessu söluhagnaði. Af því að ef við förum til að mynda, ef við tölum bara meir
svo kallar loðabrask þá var frábær skýrsla í kringum olíu bensínstöðvar landið þarna Kastljósi gerði birti þarna umdeilda frétt sem átti að byrja til Kveik eftir Maríu Sigrúnu og þið munu alltaf þá umræða alla en vandinn alltaf við þá frétt og það var vissulega vandi við hana var að hún náði ekki almennilega málinu í heild sinni. Hún var mjög svona fixuð á þessu landi, á þessu lóð en þessi skýrsla innri endurskoðunar var frábær að því leitinu til að hún varpar ljósi á raunverulega lóðabrask og tökur sér dæmi eins og hvað heitir þetta, það lóði á Egilsgötunni, bensinstöðinni þar þar til að mynda í skýrslunni tekið sérstaklega framsett og það rannsakað og skoðað að sú lóð sko með byggingamagni þessu byggingagjaldi sem þetta greiða, þá hefði hún átt að kosta 66 milljónir króna og ágætu verktaki fengið hana 66 milljónir byggt fjölbýlishús og selt upp í og grætt á því eins og á að vera en sko eftir allt þetta byggs þá endar hún á að vera seld á 800 milljónir þessi lóð, eftir framsal og framsal eftir framsal og framsal og hann að sko vermiðin allt í núna 800 milljónir sem náttúrulega sko mörg 100% yfir raunvirði og þá einmitt bent á að þegar þetta gerist þá náttúrulega hver borgar raunverulega þetta lokun það er þeir sem kaupa íbúðuna það er þeir sem kaupa íbúðuna sko og þetta er flókin vandi og þetta er flókin mál og það er eins og borgaráð sé allan ekki viljug til þess að taka þessa umræðu neitt nátt. En maður veldur, þetta er að gerast mjög víða og búið að vera að gerast og kannski helst í hugmyndafræðinni þétting byggðar að þá eru... Og þetta er allt löglegt, bara svo þessi sagt, sko. Það er ekkert ólöglegt við þetta. Nei, en það er fullt löglegt sem er gjánalegt, sko. Og ósiðlegt. Já, ósiðlegt og allt það. En maður hugsa samt með sér, sko, í þessu tilfelli getur borgin látið fyrir á sér lóð og vera með eitthvað tímabil, þú veist, ef þú ert ekki búin að reysa eitthvað eða skipuleggja á henni innan 3 ára þá skilar henni þau eru ekki með og þau útluta tilbaka bara greitt sama verð tilbaka nákvæmlega, og þá segir maður sko þú ert með öll tækifæri til að stoppa þetta til þess að sjá til þess að lóðaverð far ekki upp úr öllu valdi og framsalið er væntanlega það sem að rýfur upp lóðaverð og endar í háum og þetta er bara eins og hugsa Spotify Spotify er svona milliliður sem tekur einhvern veginn alla milljarðana tónlistafólki sem er að skapa og búa eitthvað til en einhvern veginn milliliðurum hirðir allan ágóðan í þessu sama tilfelli er það milliliður þetta er eins og í þessu tilfelli Runólfur eða Þorpið sem fær lóðuna rétt hjá okkur á Bræðraborgarstíg það sem átt að búa til einhvern lesbískar leiguíbúðir fyrir eldri konur sem eru hinsegin mjög falleg hugmyndafræði frábær, en ég meina einhverja leiguíbúðir sem engin vissi hver átti sem að byggja og eiga og svo framvegis, þannig að fær lóðirnar svo er þetta bara eins og verðbréf raunverulega, þetta hækkar líka í virðismati þetta hækkar kannski milljarð í virði af því að fasteignamat hækkar bara milli ára, það er auðvitað annar leikur sem borgin hefur svo leikið sér að sem er að þið finnir þetta fasteignarsköttunum ykkar eða borgar við yfirgengilega mikið í það og úr verður náttúrulega að það er að taka lán út á þetta og það er að endurfjármagna allan fjandann og það verða til peningar úr þessu þannig Þannig að þetta eru hér 9 auðæfi sem að feilast í lóðum og löndum ekkert ósifðað bara og í fiskunni sjónum það er sambarlegt að einhverju leyti þetta er mjög líkt þetta hjálpar til við að hugsa þetta í því samhengi þetta má þannig, á þess að ég ætla að fella ykkur sleggudóma Nei, en þetta segir manni sko að því að venlegt fólk hefur ekki tíma til að skoða þetta en það hins vegar blasir við að íbúða veri hátt og við erum í erfiðu umhverfi og það er kannski þetta sem skapar þetta vantraust á stjórnmálunum þegar þau eru ekki að taka á einhverju sem bitnar á bara hverjum og einum einstakling og allir sjá, augljóslega það segir sér sjálft og þá segir maður sko hverjum er treystandi til að taka á þessu vegna þess að mann finnst einhvern veginn eins og hver flokkur sé alltaf tengdur einhverjum hagsmunum með eitthvað þarna á bakvið sig, eitthvað agenda og það er þetta endalausa vantraust er eitthvað í þér þar sem þú getur sagt þetta er hinn hreini flokkur þetta er hinn tæri flokkur sem getur unnið að hagsmunum stjórnmálaflokkar eru náttúrulega í eðli sínu alltaf svona farartæki ákveðna hagsmuna og það eru síðan stuðningsaðilar sem að styrkja flokka og það er alltaf einhverjir þræðir sem að stjórnmálaflokkar ganga erinda einhverja það er bara eðli stjórnmálaflokka þannig að það er
engin hreinn af hagsmunum en við sjáum það ekki alltaf nei. Þetta svolítið kongulófi verið í kringu þá margar og mér finnst þetta ekki að vera aðalatri í sjálfu sér mér auðvitað svo lengi sem að veit hvaðan hagsmunir og svo framvegis og ég veit ekkert sko hvort að þetta fyrirkomulag með þetta lóðaframsal og svona sétt komið til vegna þess að einhverjir fjársterkir byggingaraðilar hafi styrt einhverja stjórnmálaflokka það þarf ekki að vera ekki það er styrk en það getur verið samband og vinatengsl en er þetta ekki meira bara, já, má vera vinatengsl það má vera einhver innri tengsl en ég fæði tilfinningur þetta sem meira bara svona eitthvað þróun sem hefur átt sér stað í gegnum tíðina að því að peningar finna sér sína leið og fólk útsjónarsamt og átt að sjá því hvernig til að mynda ef ég setja lóð í 5 ár þá ég á kannski að borga 1500 milljónir fyrir hana en í staðið að borga strax fyrir hana og fara í þessu uppbyggingu þá býði bara í 5 ár og hún alltaf orðin 5 miljardar króna virði lóðin eftir 5 ár og ég þarf bara að borga 1500 milljónir fyrir byggingarétti og það gefur auga leið ég er búin að græða strax á þessu en það er bara þegar koma flokkar í meirihluta eða í stjórn sem að hafa ekki verið í mörg ára þá eru þeir náttúrulega líklegri til þess að vinda ofan af einhverju sem er orðið rótgróið og þannig að eða magnaðu upp en maður hefur allavega meiri trú á því að flokkar sem eru ekki með hendurnar á kafi í þessu geti undir ofan af þetta svona styttast í endan hjá okkur Hildur Björnsdóttir kannski ekki alveg komið inn á sjálfstæðisflokkinn í borginu við erum að tala að hann standi höllum í landsmálunum en staða hennar orðið núna það sterk að hún fær svona að vera og verður með þetta sterka bakland og þau standa bakenni sem manni fannst ekki síðast Nei, borgarstjórnarflokkurinn hefur náttúrulega verið allræmdur fyrir að vera þríklofin sem svona er ofsögum sagt svo það sem nú líka sagt sko, það var að þingmaður sem var að borgarfulltrúi sem svona sprengti þetta upp 2 held ég og svo þetta er fólk ósamlega kannski hitt og þetta þannig laga ágætis eining innan borgarstjórnarflokksins en það kannski þegar kemur að kjósendum þá kannski komin ákveðin þreyta hvað hóp varðar það er breytt alltaf svona oddvitan en restin ekki Hildur bara sýnt það á sannað hún bara frekar öflug sko ég held að hún bara heilmikla möguleika hún líka talar held ég inn í mjög svona breiðan hóp í Reykjavík allt frá Vesturbæjarkrötunum yfir í eitthvað skona fylgi í Breiðholti og svo framvegis þannig að ég held að ef sjálfstæðisflokkurinn átti einhver tíma möguleika þá er það núna sko og þá er það spurning sko að hann mögulega verður einhvers staðar í kringu 30-32% er fyrirsjánlegt að miðflokkur og Viðreisn og jafnvel Framsókn vinni með sjálfstæðisfrekar en einhverjum flokkana og meirihlutanum núna að sjálfstæðisflokkurinn vinni með Viðreisn eða miðflokkurinn vilji vinna með til dæmis sjálfstæðisflokki og Viðreisn frekar mér finnst það alveg augljóst að það sé í raun og veru kannski teiknast upp einhver svona blá blokk sem að því að ég held að sko eins og ég var nú í hádegismat áðan þar sem var einn að tala um Einar Áttavilta og ég fatt ekki alveg hvað hann að tala en þá var hann að vísa í einmitt að Einar hefði komið þarna og ekki vitað í hvað átt hann var að fara sem sko auðvitað, hann gerði það sem hann mátti alls ekki gera, það var að halda lífi í meirihluta samfélaginu og það er það sem að kostaði Einar væntanlega og jafnvel sko hann kemst jafnvel ekki inn núna næst aftur þannig að ég held að sé enginn að fara að hugsa einhvern veginn að halda lífi í meirihluta samfélaginu og þannig að það sé eiginlega bara að liggi ekkert annað á borðinu en þetta verði sjálfstæðisflokkur, miðflokkur Viðreisn og kannski ef Einar kemst inn var hann kannski með í þessu spili líka Ég held reyndar að Einar getur nú alveg haldið sér inni, hann er svona líklegur til þess fyrir mér og svona verið að mælast bara svona þokkalegur og gengur þannig fram í umræðinni en hins vegar þá held ég að sko samfélgin hún er að takast raunverulega við erfiðast andstæðingin af öllum sem er ekki flokkarnir heldur bara ákallum breytingar
og það engin leið að sigra þá umræðu, bara hvað sem þú reynir, sama hvað sem velur staði, meira þegar sem að sá með framsókn til að mynda í síðustu ríkisstjórn, það voru með frábæra ráðherra, Willum mitt og Lilja Alfreðs, Ásmundur Einar Daðarsson sem var búin að standa sér mjög vel, en það skipti einhver máli vegna þess að almenningu vildi bara eitthvað annað. Ég held að það sé stóri vandi Samfylkingarinnar til að mynda núna og það mun skila sér í sigri einstakra flokka, en svo náttúrulega þetta bara in the end of the day bara þá held ég að þetta muni ráðast á þessum litlu flokkur sem einmitt ef Einar kemst inn og mögulega flokkur fólksins og að því að gefna þetta treystu Ingu Sæland til þess að gefa ekki aðra til að vító ekki í næsta samstarfi sem hann gerði hann í fyrsta skiptið sem var náttúrulega algjörst og Píratar verða þeir inni eða úti þau eru búin held ég, það er ekki breyk þau að mælast ennþá inni með eina mannesku en þau eru líka eftir að velja sér leiðtoga. Já, það við getum ekki reikna með Pírötum til stórræða sko. Það sé alveg ljóst. Til að veita velun hérna í vor þá þarf ég náttúrulega að vita hvernig þið haldið að þetta fari. Já. Þetta viltu segja svona meiri hlutan sem þið finnst líklegastur? Já, ég ætla að veðja Pellegrino kassanum á Sjálfstæðisflokk, Viðreisn og Miðflokk saman. Sko, já, hvað þetta? 25 fulltrúar núna? 24 eða ekki? 23. Nei, 23. 24. Ekki 23 fulltrúar? Og 23, já. Ég man að 23, það er átt. Það eru 46 á listum flokkana. Já, sem ekkert smá mála að tína saman. Sko, ég hallast að því að Sjálfstæðisflokkurinn verði í meirhluta. Ég veit ekki alveg endilega hvort Viðreisn hversu vel því með eftir að ganga, en ég held að þetta verði mögulega svona mjög breið samstaða hægra megin til miðju og Samfylkingin eiginlega ein verði út undan. Ég held að þetta verði einhvern veginn þannig og vinstriflokkarnir, það er að segja ef þið komast inn sem voru í Reykjavík og allt þetta dæmi. Voru til vinstri. Já, voru til vinstri. Já, einmitt. Ég man ekki alltaf hvað þetta heitir, ég held að það muni ekki fara vel heldur sko, en sann náttúrulega ólíkinda tól. Þannig ég held þetta fari á Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur mögulega, Viðreisn, ég held að þið eru að taka flokk fólksins með sér og mögulega Framsókn sko. Mögulega farið þið bara saman að vesla í Jysk, já. Garðhúsgögn og dressa upp hérna sameiginlega sumarbústað drekkandi Pellegrino þú náttúrulega hefur ekki drukkið áfengadrópa í hvað, 10 ára? Já, 10 ár. 10 ár? Þannig að Pellegrino það verður vel séð. Fullkomið. Takk, gaman að vera með. Takk fyrir kærlega.